Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. Forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti. Árið 2012 var hér alllöng umræða fjárlög. Þá gengu hér tveir fyrrverandi þingmenn fyrir ræðustólinn og héldu á skiltum sem á stóð málþóf. Þetta var 30. nóvember, virðulegur forseti. Nú erum við komin fram í miðjan desember og ljóst að stjórnarandstaðan ætlar að setja Íslandsmet í málþófi. Met sem lengi mun standa, líklega alla framtíð. Og við skulum þá gera stjórnarandstöðunni það kleift að setja metið og hafa það rækilegt að það standist tímans tönn. Þannig að þessari stjórnarandstöðu verði helst minnst fyrir það að á sama tíma og ríkisstjórn kynnti fjárlög sem fólu í sér mesta viðsnúning sem að sést hefur í seinni tíð í efnahagsmálum og mestu aukningu til velferðar og heilbrigðismála, þá var eina framlag stjórnarandstöðunnar að setja Íslandsmet í málþófi. Og við skulum bara gefa stjórnarandstöðunni sviðið. Ég held að við þurfum ekki að halda ríkisstjórnarfundi á meðan á þessu málþófi stendur. Þannig að þið fáið sviðið, stjórnarandstaða, til þess að slá Íslandsmet í málþófi, met sem að líklega verður aldrei slegið. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir. Forseti, mér finnst það rosalega skrítið stemningin sem hér komin. Ég verð að segja alveg eins og er. Hér erum við, þingmenn og þingflokksformenn minnihlutans, að leggja til að vera að standa ekki í vegi fyrir kvöldfundi og þá kemur fólk bara hérna með skæting og dónaskap úr meirihlutanum. Hvað á svona eiginlega að þýða? Til þess. Ég skil ekki svona, við erum að fara að reyna að semja við ykkur hér, þingflokksformenn meirihlutans, og svo er bara komið inn upp í pontu með einhver dónaskap. Á þetta að vera til þess að auðvelda hér að við náum saman einhver mál hér fyrir þinglok. Ég meina, ég er alveg tilbúin, far þú bara upp í ræðustól, Höskuldur, hér á eftir hv. þingmaður, og ef þú þarft að tjá þig, Þórðarson. Ég verð bara að segja þá, ég var ekki að beina orðum mínum til hv. þingmanns Höskulds Þórðarsonar, heldur var ég að beina orðum mínum til þingflokksformanna meirihlutans og forsætisráðherra hæstvirtum. Mér finnst þetta óþarfi að vera að koma með hér einhverja blauta hanska inn í þessa umræðu. Hv. þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins er alls saklaus, en ég er að beina þessu aðallega til Framsóknarflokksins háttvirts. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti. Hv. þingflokksformaður Vinstri grænna var að biðja einhvers konar fund þar sem að stjórnarliðar áttu að tilkynna stjórnarandstöðunni hvað við ætlum að bjóða henni. Ég get svarað þessari spurningu strax, virðulegur forseti. Við ætlum ekki að bjóða neitt, ekkert. Stjórnarandstaðan getur talað hér þangað til að hún hefur fengið nóg, þangað til hún hefur sett nógu rækilegt Íslandsmet í málþófi. Hins vegar mun fjárlaganefnd auðvitað meta þær ábendingar sem að fram hafa komið og það sem þarf að skoða fyrir 3. umræðu fjárlaga. Þar geta hugsanlega komið til einhverjar breytingar, en ríkisstjórnin eða fulltrúar hennar ætla ekki að mæta fulltrúum stjórnarandstöðu til að bjóða þeim eitthvað fyrir að standa í málþófi. Öðru nær, virðulegur forseti. Og það er áhugavert að sjá að hér leggjast allir á eitt í stjórnarandstöðu, bæði gömlu afreksflokkarnir í málþófi, sósíalistaflokkarnir 2, en líka nýju flokkarnir sem ætluðu að vera allt öðruvísi og þóttust yfir hluti eins og málþóf hafnir. Þeir slá ekki slöku við í málþófinu og nýja Íslandsmetinu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 6. þingmaður Reykjavíkur suður, Róbert Marshall. Forseti, það er athyglisvert að hæstv. forsætisráðherra skuli koma hingað sem fulltrúi þeirrar ríkisstjórnar á Íslandi sem lengst frí hefur tekið og hóta því að ríkisstjórnin muni bara ekkert funda á meðan þessi umræða fer fram. Það væri mikið fagnaðarefni og hún myndi bara gera sem minnst af því. Og það er mjög ánægjulegt að verða vitni að því að hæstv. forsætisráðherra sé að telja hér dagana og stundirnar í umræðu fjárlög ríkisstjórnarinnar, vegna þess að ég held að á sama tíma séu mjög stór hluti þjóðarinnar farin að telja niður dagana þangað til að ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar fer frá völdum. Þessi einhver sú versta ríkisstjórn sem hér hefur setið og einhver sá lágkúrulegasti forsætisráðherra sem nokkurn tímann hefur verkt þetta sæti.